Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Hjá mér í dag hún Valdís Ingibjörg Jónsdóttir sem doktor í talmeinafræðum og hefur unnið sem talmeinafræðingur í yfir 50 ár, hvorki meira en minna. Og hún hefur í áraraðir frætt landan raddheilsu, en það einmitt þema þáttarins. Vertu hjartanlega velkomin. Þakka ég kærlega fyrir. Ánægilegt að fá þetta tækifæri því að eins og segir þá gengum mitt starf ansi mikið út á fræðslu og að fræða eitthvað sem bara almennt ekki vitað eða fólk gengur út frá sem einhverju vísu og í sambandi við röddina til dæmis að ef ég myndi spyrja þig hvað rödd, þá myndi þið vefja svolítið tungum tönn. Vegna þess að þetta hvergi námsbókum, þessu skrítið á baku röddina náttúrulega, eða það sem framleiðarna einhver starfsemi í líkamann og það segir sér sjálft. Og þannig að bakvið röddina líkamsfræði og eðlisfræði sem að náttúrulega má segja að hljóðbylgjurnar eru eðlisfræði. Og það ekki fyrir en þetta kemur upp í heilan að við skynjum þetta sem rödd. Þannig að rödd skynjun og eins og með hljóð bilar ekki. Þú fyrir ekki með bíliðin í vikið vegna þess að hljóðið bilað. Heldur segir hljóðið að eitthvað sé að. Og það í raun og veru hjá svona fólki eins og mér sem hefur fengið fræðslu þessi mál. Þá það sem að kemur í ljós að fyrst og fremst ástæðan fyrir raddveilum, fólk veit nú fyrstulega ekki hvað raddveilur eru, við getum farið út í það aðeins seinna, en það þetta gífurlega þekkingarleysi sem að gera það verkum að fólk gengur fram að þessu kerfi sem að myndar röddina. Þannig að hvað raddheilsa? Já, hún komið nefnilega því. Það raddheilsa að þetta kerfi og flestir þekkja nú raddbönd en fæstir vita það reyndar að raddböndin ger ekkert sjálf. Þetta tilfinningalaus vefur, svona eins og fiðlustrengur. 2 þau vissulega mitt í öndunveginum en það sem að gerir hljóðið eða sem sagt fær þau til þess að titra, það loftið úr lungunum og leið og þau fara að titra þá byrja það að gefa frá sér hljóðbylgjur. Og það ekki fyrir að þessar hljóðbylgjur eru búin að fara út mununum á þér, gegnum loftið, inn í eyrun, gegnum allt það apparat eins og það upp í heilan, þá fyrst skynjar þetta sem rödd. Þannig að þetta svolítið svona vafasamt að nota orðið rödd, af því það bara skynjun. En raddheilsa í raun og veru það að halda þessu kerfi sem að sér til þess að hægt að strekkja raddböndin upp og niður og fram og tilbaka, getur sagt svo eins og þegar ég gerir svona að þá ég bara að strekkja á böndunum og til þess þarf heilt vöðvakerfi. Og það því vöðvakerfi sem hætt, alveg þetta svo vöðvakerfinu í líkamannum hætt við allri misbeitingu. Annað í þessu líka að það ekki nóg að hafa raddkerfið sem slíkt í lagi vegna þess að það eru 2 kerfi í raun og veru þegar þú ert að tala. Það annars vegar raddkerfið sem að þú nærð ekki til. Það ekki þetta að nutta það. Það hins vegar þannig búið hnútana að tungan föst við svo kallar málbein og það raun og veru kannski mín vinna að það að losa þetta blessaða málbein. Og þar byrja vandræðin vegna þess að tungan miklu lengri í okkur heldur við höldum og hún með þessa rætur þarna, við getum kallað það að segja, já, ég get þetta kallað þetta annað rætur, fastar við þetta málbein og málbeinið efsta beinið í barkakýlinu sem slíkum eða þeim búskap og ef að það sest þreyta í tunguna að þá náttúrulega
sko heftur hún hreyfinguna á barkanum vegna þess svona föst við hluta af honum sem þetta blessaða málbein. Þannig að þarna kemur annað kerfi, það að segja talkerfið. Þar getum við fengist mikið við, það að segja losa stífnina sem að myndast í talkerfinu og sérstaklega kannski tungun í þessu tilfelli af því að hún samtengd við raddkerfið. Og það þarf að, sko, þú getur ímyndaðar ef að við erum virkilega að segja 1000 hljóð á mínútu, það ekki neitt smá. Þá tökum við náttúrulega tvíhljóðana svo kölluð eins og til dæmis æ og ei og au sem eru þekktir og svo aftur móti á og ó sem líka eru tvíhljóðar. Að þegar ég prófaði að finna vissi út frá meðaltalið, það eru svona 140 til 60 orð sem við segjum á mínútu. Bara þegar við erum að tala venjulega. Þegar við bara að tala venjulega. Og þá sem sagt meðaltalið, þetta sé 140 til 160. Ef þú setur, við skulum segja bara svona 150 orð, bara svona tilviljunarkennt saman í samfelldan texta, tekur út öll bil og allt annað, reiknar þarna með tvíhljóðum sem eru þó nokkuð margir og af hverju skipta þeir svona máli? Jú, þeir eru nefnilega gerðir úr 2 hljóðum eins og á. Þannig það eru 2 hreyfingar sem að þarna eru og þarna sem sagt þessi blessu tunga, hún fær þessi boðum að hreyfa sig og samkvæmt því að maður telur saman alla þessa bókstafi og gerir sér sem sagt þarna, gerir grein fyrir því að þarna séu tvíhljóðar inn á milli að þá erum við að hreyfa tunguna hér upp í 1000 sinnum á mínútu. Vá. Já, það nefnilega vá. Og þetta, náttúrulega, ef þetta vöðva, ekkert ef það sem þetta sem sagt vöðvastarfsemi númer 1, 2 og 3 af mörgum smávöðvum sem vinna saman og hérna gera það verkum að raddböndin geta tekst svona eins og þau gera, að þá getur maður þetta ímynda sér að maður getur gengið fram að þessu. Og þarna erum við komin að því sem heitir raddheilsa. Það þarf að fara vel með þetta kerfi. Það má ekki sem sagt yfirkeyra það. Ég stundu komið dæmi sem svolítið lýsandi að ef ég segi við fólk, viltu ekki bara fara úr skónum og sparki í vegg? Já. Bara berfættur í vegg helst. Og þá segja allir auðvitað nei. Og af hverju? Af því ég finn til. Vissulega er það rétt. Þess vegna forðustu við það. Þau eru vel með líkamann af því hann með sársaukaskyn. Nema raddböndin, þau eru það ekki. Þess vegna getur argað úr röddina og gerir í raun og veru ekki grein fyrir að þú ert að skemma þarna líffæri. Það skemma raddböndin með öskur og þess vegna er ég búin að berjast í 20 ár í því að reyna að fá meðvitundi hjá fólki að hérna öskur eru hættuleg fyrir röddina sem slíka, það að segja fyrir þetta kerfi að það bara hreinlega gefi sig og það gera raddböndin í öskri. Ég til dæmis, sko, þegar ég byrjaði að starfa sem íþróttakennari, þá var ég í grunnskóla og þá alltaf á haustin, bara eftir fyrstu vikuna, þá misti ég röddina. Nákvæmlega, vegna þess að þetta lá svona í dvala, þessi síþreita sem hefur verið komin, lá í dvala svona yfir sumar og fekk svona smá hvíld, svo þegar kemur þetta skyndilega átak að haustinu aftur og þá náttúrulega blossar þetta upp. Og þau svara fyrir sig þannig, þau eru nefnilega aldrei skrítin þessi raddbönd að þau eru þakin eða hafa réttar að sagt þekjulög, 3 þekjulög sem eru í sambandi hvert við annað með svona smá þráðum, eða svo má segja, og þau eiga að vera sveigjanleg til þess að geta fengið raddböndin til þess að vinna svona mjúklega eins og þau gera. En þegar farið er að reyna á þetta þá geta þessi þræðir sem sagt slitnað sem er á milli þessara þekjulaga og þá myndast það sem heitir söngvarahnútur. Það getur líka þegar búið að ganga svona fram að þessum vöðvum að þá getur hreinlega bara komið í þá það sem við þekkjum sem vöðvabólga. Og er það þá svona hæsi? Þá kemur þetta fram sem hæsi vegna þess að þá, sko, raddböndin þurfa að leggjast saman til þess að geta búið til þessar hljóðbylgjur og þegar að búið að ganga fram að kerfinu þá náðu kannski ekki alveg að sveiflast eins og það eiga sveiflast og það sem gerist í sveiflunum er það að það í raun og veru ræður því hvernig röddin kemur eftir því sem að sveiflurnar á böndunum eru hægari þegar stimmari röddin
og eftir því sem að sveiflurnar eru hraðari, þess bjartari. Þannig að þetta fer eftir lengd og gerð og þess vegna til dæmis karlmennarraddir, þeir eru dýpri heldur en kvennaraddirnar af því þau hafa lengri raddbönd. Þess vegna er það sem að börnin hafa skrækari raddir heldur en við af því að böndin þeirra eru styttri. Helmingi styttri svona þumalfinguregla sem þýðir það að ég margoft búin að vera að leggja áherslu á það að til dæmis eins og í leikskólum að konur séu ekki að sperra sig í það að syngja sömu raddhæð og börn því það líffræðilega geta er það ekki. Það eru til náttúrulega sópranraddir en að öllu jafna að þetta er jafn vittlust eins og að halda og getur sungið með kallakór í einhverjum bassa sko. Þannig að þegar maður upplifir eitthvað svona eins og ég upplifið þarna svona radleysi eða hæsi en svo lagaðist það smá saman. Nákvæmlega. En er þetta þá bara svolítið svona varnarkerfi? Líka mann er að segja mér bara hei, stopp. Ég raun og veru. Og svo getur sko ferðu upp í þína vanalegu spennu og þá eins og segi þá lagastu en það vill bara svo til að sko þetta er svona eins og dropar sem fara í glas að fyrr eða seinna þá fyllist glasið og þá flóur út úr. Með öðrum orðum ef að kennari er komið með þessi vandamál, missir röddina, hún fer að staða aftur, að þá er hann í raun og veru með vandamálið samt sem áður en svolítið falið. Og hvaða starfstétti myndi þú segja væri svona helst? Kennarar, íþróttakennarar, það sem þú tilheyrir. Mest útsettir fyrir? Já, það sem að kennurum er gert, það er að vinna í ólíðandi og þetta er atvinnutæki eins og við vitum, óvarið og ótryggt. Þeim er gert að vinna í kringustæðu sem að eru raddskemmandi, sem að reynir á röddina að þurfa að tala í hávaða. Það er sko svo áríðandi að ná hávaðanu niður og það er menningaratriði. Það er ekkert eðlilegt að öskra. Ég hef hvergi lesið nokkra einustu bók þar sem hefur verið talað að það sé gott fyrir þroska barna að öskra. Öskur er eitthvað sem að við okkur eigilegt undir vissum kringustæðum en að öskra bara til að öskra, nei. Mér fannst líka að ég fór á námskeið hjá þér, hvað er þetta, ég komið 2,5 ár kannski síðan þú varst hérna. Að hita upp. Ég hafði aldrei hugsað þetta. Þú gafst okkur flösku með vatni og plaströri. Já, nákvæmlega. Og ég á þetta ennþá einskáp. Og þetta notandi og þarta. Sko, þú veist það bara sem íþróttafræðingur sjálf að þú lætur aðra og gerir sjálf að hita þig upp áður og ferði átak með fætur til að mynda. En ég hafði aldrei hugsað þetta með Nei, en það er að því að það vantar þessa fræðslu að þetta er vöðvakerfi fyrst og fremst sem er að búa til þetta sem við skynjum sem rödd. Bæði í munninu sem slíkum, því að ef ég tala við því þá tala ég ekki bara með rödd. Þetta verður aldrei samtal. Þannig að við hljótum að verða ummynda þessa hljóðbylgju sem koma þarna frá raddböndunum með talfærunum í einhverja hljóðbylgju sem berast svo í gegnum allt þetta kerfi og enda sem skynjun á rödd og sem talfæri. Þannig að það er talhljóðum. Þannig að það er þessi misbeiting sem getur valdið fyrst og fremst. En hvað er það annað sem getur valdið Það er allt mögulegt. Það er ég mentuð sem það heitir á fagmálu voice ergonomic. Það er að segja ég hef viljað því þetta sem raddheilsufræðingur. Mín mentun, hún felst í því að reyna að koma í veg fyrir raddskaða. Og þar leiðandi að þá eru við náttúrulega mentuð í að reyna að finna þessa skaðvalda. Við vitum náttúrulega þekkingarleysi númer 1, 2 og 3. Því að þú hefði þekkingur og þú myndir passa röddina sem þú gerir eftir þetta námskeið. Já, ég breyti mörgu. Akkurat, bara að þá fer að passa. Bara fyrir aðra íþróttakennara, þá bara, þú veist, að lækka í tónlistinni eða flauta og býða eftir þögninni og tala svo. Akkurat, og vera ekki að kalla í gegnum háaðan, sko. Þetta er það sem er hættan. En það sem að kannski ég þyrfti að koma að núna svo ég grípi fram í fyrir sjálfum mér, það er að fólk átti sig á hvað eru raddveilur. Svo skal ég koma inn á þessa raddheilsufræði þetta smástund. Sko raddveilur eru þegar raddböndin vinna ekki rétt. Það er bara svoleiðis. Vegna þess að vöðvakerfinu hefur verið misboðið sem er í raun og veru stýrikerfið á raddböndin sjálf sem ekkert geta. Kunna eða vita vegna þess að þau eru bara tilfinningalaus, algjörlega. Það er hæsin
og þá sennilega þá myndast einhvers konar bjúgur. Það ræma, þetta þá langvarandi hæsi og þá mjög algengt að heyra kennara að segja, já ég bara búin að vera kvefuð alveg frá því í haust, ég meina það ekkert venjulegt kvef sem að endist í fleiri mánuði í þér, þá þetta orðið eitthvað annað heldur en kvef. Yeah. Það semst hæsin, það eru raddbrestir, það raddþreyta og öllum mínum rannsóknum að þá kemur dálítið merkilt fram. Ég finn að það eru 10% af kennurum, þetta búið að koma hvað eftir annað, þessi 10%. Það eru kennarar sem að geti raun og verið ekki sinnt starfið sínu, ef þeir eiga þjóna því sem þeir eiga ekki þjóna, það að koma fræðslu munnlega til í barna eða nemanda skulum við segja. Ef þú ert nefnilega orðin þreyttur bara í venjulegum samræðum þá segir þessi sjálft að þá hlýtur eitthvað að gefa eftir þegar þú ferð að beitinni í kennslu. Yeah. Og hvað þýðir það? Þá fara talhljóðin ekkert út í lofti, hvað þýðir það? Þá heyri barnið eða viðkomandi ekki það sem þú ert að segja. Það er bara detta út hljóð. Það lítið raddþol. Það raddstyrkur sem slíkur, hann dvínar, þannig röddin verður ekki eins sterk eins og hún þarf að vera. Þetta er svona, og ég tala ekki þegar komin ræskingaþörfin og svo að það sé eins og það sé eitthvað fyrirstaði í kókinu, það þarf að ræskja sig og það ekki það sem það ekki slími sem þarna að heldur það að þetta orðið eins og vöðvabólga, þetta bara komin þarna þroti í þetta kerfi og þá kemur þetta eins og fyrirstað sem þú þarft að losa þig við og svo ég komið því strax að núna, þá eitt af því sem og verður að gera, það að hætta, bara hreinlega hætta að raska sig, það bara má ekki. Okay. Vegna þess hvað gerist þá? Þá urgaru böndunum saman og þá þessum tekjulögum svo hætt bara að þau gefi sig og þú í raun og veru má segja að þú tekur sambarlegt eksem og fyrir að klóra í eksem þá æsur það upp og fyrir að ræskja þá æsur þessa tilfinningu upp þannig að það verður svona ræskinga þörf og þá spyrður náttúrulega skiljanlega hvað þá að gera í staðinn jú, það á að hósta bara svona létt eða taka vatn eða eitthvað sem getur sem sagt, komið þessu í burtu og bara heilega beita sér sjálfsaga að vera ekki að raskja sig þegar maður vill gera það. Allar þessar raddveilur sem þú varst að telja, þetta sem sagt, það sem gerist ef við erum búin að misbeita röddinni? Já. Og það það sem þú ert að reyna að vinna að fyrirbyggja? Þá komum við aftur að minni menntun sem ég ætla að fara út í núna. Það að við erum að reyna að koma í veg fyrir að þetta raddkerfi og færa kerfi, það sem tunga, varir, kinnar og kjálki, þetta eru svona helstu talfæri, að sko við þurfum að reyna að finna hvað það í umhverfinu sem að getur þarna skaðað eða unni beint að því að skaða þetta kerfi og þá það eins og ég búin að segja áður og endurteka ennþá einu sinni, það þekkingaleysi nummer 1, 2 og 3. Maður þarf að vita hvað þú mátt og hvað þú mátt ekki. Maður þarf að vita hver einkennin eru og það ekkert sexy að vera með hása rödd. Það bara sjúkt. Þannig að það sem getur komið þarna umhverfisáhrif, það til dæmis, það í raun og veru allt sem kemur að greina. Það umhverfisáhrif, þá getum við talað um hávaðan en þá einu sinni, pluss innöndunarloftið. Og það sem ég hrættust við núna því að við höfum einhvern veginn hróflað í orðsins fyllstu merkingu, skólum upp eða opinberu stofnunum og heimilum, hróflaðs upp í einhverjum hraða og ekki gætt hófs í hvernig við byggjum húsið, þannig við erum að sitja uppi núna með miklu hús. Já, þannig að loftgæðin eru Akkúrat, loftgæðin hafa mikið að segja. Ég svolítið hrædd við klórin í sundlugunum. Þetta efni, eiturefni sem að gufar upp á þess að við gerum okkur grein fyrir því. Þetta nefnilega svo asnalega hannað í okkur að raddböndin eru mitt í öndunarveginu þannig að allt sem við öndum að okkur skellur beint á þau. Ég kenni 5 klukkutíma á viku í onni lauginni. Ég kenna ungbarnasönd að syngja. Já, þá sér. Já, þannig ertu komið með gríðarlega hættu og þú ert bara heppin að vera ekki búin að missa röddina. Ég bara verið að duglega að hita mig upp fyrir.
Já, og eins það sko að það sem er líka eins og íþróttakennarum hægt, og það er ekki einleiki, það er ekki nema örfá prósent og við erum að tala einstafstölum, ég minnir ekki að hafa heyrt eitthvað, allavega að vera svolítið óábyrg núna, það er 5% pluss mínus, það er frekar mínusinn af íþróttakennarum sem eru í sinni stöðu sem íþróttakennarar í dag. Ég hef heyrt að meðal starfsaldur sé 7 ár. Já, það var 7 ár, ég held að hann sé búin að hrapa niður, ég held að hann sé komin í 5 ef ekki undir 5 og til hvers er maður þá að mennta sem maður getur það ekki af því að starfið eðilegu fyrir mann þessa starfsmöguleika. Já, að þetta er okkar vinnutæki röddin. Akkurat, ótryggt og óvari, ég vil fá þetta undir lýðheilsu. Kemur því hér með og ég ætla að vona einhver hlusti á þetta hlaðvarp sem að hefur einhver ítök og skilningaðarlega sko, það versta sem að ég er að fást við það er þetta skilningsleysi. Hvernig komum við þessu undir lýðheilsu? Raddheilsan náttúrulega alveg Raddheilsan náttúrulega alveg eins skilið að vera þar eins og margt annað sem að við höfum komið undir lýðheilsu. Þetta er heilsufar. Þetta er lífsgæðatæki, það er ekki bara þessi atvinnutæki, heldur þetta lífsgæða. Hvað erum við að nota núna þegar ég er að tala við þig? Þannig að þetta er miklu meira vandamál heldur en fólk gerir sig grein fyrir og það þarf að koma nafnilega röddin undir lýðheilsu til þess hún fá einhverja vörn og verði varin með einhverju. Þannig við erum ekkert varin með einu eða neinu. Sko, það er líka annað sem ég ætla að segja í sambandi við þessi fræði að það er í raun og veru allt sem við setjum í okkur, hvað sem er fæða eða drykkur eða krydd eða bara nefndu það. Og svo aftur á móti líka það sem við öndum inn eins og mengaloft. Þetta fer bara ofan á raddböndin og sem þurfa nafnilega líka að vera mjög vel smurð. Hvernig heldur að bíllinn færi ef að þú smyrðar hann ekki? Já, hvernig smyrjum við raddböndin? Já, sko aðalega með því að passa okkur á því að vera ekki oft þurrulofti. Þetta er skynsemi, sko. Ég er að koma hérna með vitnesku. En það er svo ekki nóg að hafa vitneskinu og hefur ekki skynsemina til þess að nota hana. Þannig þarna þurfum við bara að hugsa skynsamlega. Hvað er það sem þau er að náttúrunnar hendi smurð? Já. Það er mikið slím þarna, við finnum það. Þetta slím er í nefhólinu, þetta er í þessum öndunarvegi, lungun og barkinn og þar með náttúrulega raddböndin. Og alveg upp í ennishólur og þarna er slím í gangi og serum eða vökvi í gangi til þess að halda þessu smörðu. En ef við upplifum svona þurr í hálsunum, er það þá líka raddböndin? Raddböndin er í hættu þá. Þá er raddböndin í hættu. Þau eru í hættu af því þau eru á þessu svæði sem ekki má þarna. Og þar alveg þá þarf fólk að taka sem svolítið svona aðvörunarmerki ef það fer að finna fyrir þurrki í hálsi og þess vegna er það, eins og þú hefur núna sjálf, vatn við hendina. Kennarar þyrft að vera og fleiri, þeir sem er að leigja röddina, sko, í raun og veru er samfélag okkar, það er límt saman með röddinni. En svo söngvarar og leikarar sem nota svo mikið röddina. Það er reyndað, þarna kemur þetta alltaf merkilega atviki eða atriði, skulum við heldur segja. Akkur erum við að hampa svona söng og skilja það að það sé alveg nauðsynlegt að söngvarar og leikarar haldi röddun sinni. Frekar við hinn sem að vinnum með hana og þurfum að halda hann ekkert síður. Það er að því þetta er skemmtiatriði. Þetta er skemmtiatriði, þetta er eitthvað sem að sko við lítum á sem slíkt að leikari hann þarf að nota röddina þannig að hún hugnist fólki og það er sama með söngvaran. En það auðvitað á þetta að vera nákvæmlega saman með kennaran sko, að vera með kennara sem er komin svona vegna þess að röddin er orðin bara ónýt og þetta er óþægilegt að hlusta á þetta. En fá söngvarar og leikara, fá þau einhverja þjálfun? Þeir fá miklu meiri þjálfun og kunnáttu en hins vegar er ég búin að reka mig á bæði söngvarar og leikara sem hafa komið til mín. Þá hefur vantað þessa líkamsfræðilegu þekkingu sem ég hef sem raddfræðingur. Og það er nefnilega, þeir eru svona eins og aerobik kennararnir og ég er eins og sjúkraþjálfun.
En þegar ég var á Laugavatni, þá var þetta undir Kennaraháskólanum, þá var engin fræðsla þetta. Nei, ég held að það sé ekki ennþá. Ég ætlaði að spyrja, veistu hvort það sé? Sko, mér tókst að því að nú á Akureyri, búin að vera það til margra ára, að þá tókst mér og fleirum, aðalega nemendum sem að fenga hlusta á mína fyrirlestra rödd, því við höfum þarna mjög vakandi mannesku innan háskólan sem að fekk mig til þess að halda þarna fyrirlestur rödd. Og hann gerði það mikla lukku að nemendur eiginlega þrýstu þessu inn sem skyldunámi í sambandi við kennslufræði. Frábært. Þannig að, já, þetta nefnilega frábært og þetta þarf að verða skylda. Að þeir sem að vinna svona með rödd, þau fái mannesku með þekking á borði mína til þess að fræða þetta mikilvæga tæki. Þetta nákvæmlega eins og með bifvélavirkja. Hvernig heldur honum gengi ef hann hefði ekki þekking á vélinni? Þetta nákvæmlega sama. Já. Þess vegna þetta svolítið ergilegt þetta andvaraleysi að sko sækja ekki þessa þekkingu. En þeir sem hafa áhuga á að fræðast aðeins, þá ert þú með heimasíðu rödd.is, er það ekki? Já, það er rödd.is og þar er ég með ráð sem að gætu gagnast fólki sem eru komið með, það kemur nú eitt þessi raddþreyta sko, sem að þýðir þá bara vöðvarnir og orðnir þreyttir, það er ekkert annað sem er þarna á ferðinni. Og þar er ég með svona fræðslumóla þannig að fólk getur leita sér svolítið að sjálfshjálpi þar. Já, það er frábært. Já. Og það var einhver myndbönd eða ekki líka? Hvernig var það? Jú, það er eitt myndband sem ég spilaði inn á það sem ég tók æfingarna. Eins og ég sagði áðan, við getum ráðið volega lítið við raddkerfið að því komist ekkert að þessum vöðum. En við getum ráðið við tunguna af því hún er nú föst við þetta raddkerfi með því að vera föst við þetta blessaða málbein. Þú getur slegið þessu upp í Google sem er nú alheims biblían eins og allir vita að taka og slá inn sem sagt málbein og sjá hvað þið finna þar eða allavega að taka líkamsfræði við getum sagt bara rödd líkamsfræði og þá fá þeir myndir af þessu ágæta kerfi og þá skilja þetta samband tungu við raddkerfið og þar getum við losað með alls konar æfingum og það er það myndband sem er hægt að fara og sjá hvernig við getum losað sem sagt talfærin sem slíkt. Já, frábært. Og ég man líka þar var sko vinir og óvinir raddarinnar því þú erum aðeins búið að tala óvinir. Já. En hver eru vinir raddarinnar? Það er til dæmis eins og vatn. Já. Og það er að fara fyrst og fremst vel með hana. Það er að reyna að vera ekki að tala í hávaða. Sko mín doktorsritgerð var skal ég segja þér, hún var magnarakerfi sem var notað í venjulegum kringumstæðum í kennslustofu. Það hafði ekki verið gert áður. Það var þekkt að nota magnarakerfi í kennslu en þá var það yfirleitt einhver sérþarfir sem voru þar bakvið. Þarna er aftur á móti þegar ég fer í það að nota bara magnarakerfi í venjulegri kynstofu með venjulega nemendur og venjulegan kennara og niðurstöðnar eru slíkar, þær eru sláandi. Það þýðir eiginlega það að nemendur ekki að heyra í sínum ágæta kennara. Það er þetta að vera með magnarakerfi og það er að kunna fara vel með það eða réttast að kunna að nota það, skulum við segja heldur. Það lækkar nefnilega svo merkilegt að þá lækkar það í sjálfum þér af því þegar þú heyrir þína eigin rödd þá lækkar þau þig. Það er bara náttúrufyrirbæri, það er bara skeður. Já. Og það er að öskra ekki, það er númer 1, 2 og 3, öskra ekki, reskja sig ekki, þetta eru sem sagt getur sagt mótstaðan við það sem eru óviniraddar, það eru ræskingar, öskur og annað í þeim dúr, þannig að þú getur eiginlega sagt að það sem eru óvinir er bara það sem þú mátt ekki gera. Já. Og þá verða það vinir. Einmitt. Og svo var það líka líkamsstaða. Já, það er ekkert skrítið því að sko málbeinið er í kverkinni, það er alveg akkurat hérna í kverkinni, þannig að ég get breytt röddinu, leið og ég er búin að setja hérna hökuna niður í bringu og þá verður röddin mér svona, ég er ekkert að búa hana til. Og það sama segir þegar ég fer hérna upp að þá verður hún hærri og spenntari. Þannig að sko
líkamsstaðan hefur gríðarlega mikil áhrif af því að við erum að nota lofti til þess að búa til þessa hljóðbylgju sem að verða af því sem við skynjum sem rödd. Já. Nei, þess vegna það svo áríðandi að til dæmis eins og leikskólakennarar og kennarar, þeir sé ekki mikið svona að hvað getur þú sagt, að lúta yfir, heldur þurfa þeir að koma sér þannig fyrir að þeir séu svona í andlitshæð viðkomandi og beint fyrir framan hann, vegna þess að það er svo grítið sem það er nú að þá munn af lesum við, eða það var að lesum, miklu meira heldur við gerum okkur grein fyrir. Og að þeir nú að tala leikskólana, þá minnir það mig á pistil sem þú settir á Facebook mjög nýlega niðurstöður PISA-könnurinnar. Já, minnst ekki á það ógrætandi. Gætirðu sagt okkur aðeins frá því og af hverju þetta liggur þér svona, hvað segir maður? Sko, eins og ég sagði, ég er búin að berjast í 20 ár frá því ég lauk doktorsnámi að þá ég barist á hæl og hnakka, aðalega náttúrulega í svona fjölmiðlum, fyrir skilningi á skaðvaldi hávaða í bara námsumhverfi barna getum við sagt. Því að þarna vantar bara skynsemi hjá fólki, það þarf ekki alltaf að vera háskólamentað, það þarf að nota skynsemin til þess að bara að átta sig á hvernig hlutinir eru og það segir sig sjálft að ef að barn er á leikskóla á máltöku skeiði sem er nú frá svona 1 árs upp í 4 ára og það er bara með sína rödd og það þarf að heyra raddir annara og í gegnum hávaða sem er á leikskólanum, þá segir það sér sjálft að það getur ekki heyrt sér til skilnings. Þannig að ef að við þessi fullorðnum þurfum að vera eins og við erum til dæmis hérna 2, nokkurn veginn í algjöru kyrrð, til þess að það sem við segjum, að það kom engin auka hljóð til þess að tröfla það. Erum við ekki akkurat að gera það núna í augnablikinu, ég veit ekki betur. Já. Þetta ekkert verið að hugsa í sambandi við börnin og það ekki mig að við skulum vera með alls konar varnamúra til þess að venda raddheilsu, skulum við kalla, raddgetu, hvað við viljum kalla þetta. Fullorðina, það ekkert verið að spá í börnin. Þannig að börnunum er ætlað að læra mál í gjörsamlega óhæfu umhverfi, hvorki þú eða ég myndi vilja fara í einhverja stóra verslunarmiðstöð og til þess að læra og heyra það sem aðrir eru að segja í gegnum allan hávaðan sem að utanákomandi er þar. Það myndi einhverlega láta sér þetta það, en akkur ætlustu til þess að börnin geti þetta. Þetta þýðir það að þau læra ekki málið sem slíkt. Og þess vegna náttúrulega ef að þau eiga að byggja upp orðaforða þá þurfa þau að heyra orðin rétt og þá geta það náttúrulega ekki tekið próf í íslensku eða vantar orðaforðan. Annars sem ég benti á náttúrulega líka er að við erum rosalega kærulaust þegar kemur að því hvernig börn læra mál því að með segja sko háskólamennta fólk sem ætti nú að hafa þá greindin í lagi, því vantar skynsemina þarna, að það er að gauka að þessum börnum sínum 2-3 ára, gerðu það allavega, ég veit ekki hvernig þetta er akkurat í dag, gerðu það bara fyrir örfáum árum síðan, svona spjaldtölvum með enskum prógramum, þar sem að læra að segja blue, hás og endurtaka þetta og þetta er bullandi máltaka þannig að við erum að kenna þeim ensku strax á máltöku skeiði. En þú vilt að við kenna þeim fyrst íslenskuna? Nákvæmlega, það er bara það sem ég vil og ég vil náttúrulega að svona prógram sé að það sé eitt miklu meira í að þýða þau og nota þau þannig en að gera þetta svona. Þau velja það orð sem þau læra skiljanlega. Ég var að passa 4 ára barn fyrir nokkrum árum og við vorum út á róló og hún svona datt og hún sagði, wow Erla, ég touchaði næstum því grándið. Nákvæmlega. Og ég bara, hvað sagðum? Já, sko ef þú hlustar á ungt fólk núna svona 20, 25 pluss mínus, aðalega mínus í árum talið að þá er þetta ofboðslega ensku blandið. Vægast sagt. Já, ég heyri stundum nemendur tala saman á ensku. Akkurat. Og svo erum við með PISA-próf sem er á íslensku. Og svo er allir voru að hissa yfir því að þetta skulle ekki hafa tekist betur en til en þetta.
En það þýðir ekkert að vera að spá þarna í kennslu, aðferðir og annað í þeim dúr. Það verður að sjá til þess að börnin í fyrsta lagi hafi næði til þess að læra mál, eðlilegt mál, pluss það að það sem að verið að bjóða þeim, það sé ekki á ensku ymitt á þessu máltöku skeiði sem að þarna 1-4 ára. Já, ég var að tala við samstarfskonu mína daginn sem að gera doktorsritgerð og hún var einmitt að tala sko í tungumálum eins og ítölsku og spænsku og frönsku, þar allt talsett. Já. Þar ekki enskan svona, og þar allt öðruvísi. Íslenskan áhundi miklu meira högg að sækja en þessi tungumál. Hún það, af því hún svona eiginlega svona, hún mál sem í útreymingahættu, það engin annar sem talar þetta. Nei. Og þetta verið svo lítill, okkar fjöldi hér á þessu landi svo lítill. Og ef við erum núna virkilega komið með það þannig að við séum með 1/4 alltaf því útlendinga sem eru með sikkvart máli. Mér fannst alltaf athyglisvert, ég fekk leikskólakennara með bilaða rödd, nú tölum nú það, til mín og við gátum nú laga röddina. Það sem ég geri bara sem þjálfi, ég losum þetta kerfi þannig að raddböndi getur fengið að sveiflast eins og þau þurfa að gera. Það í raunur það sem ég geri. Og ég spurði hennar starfsaðstæður sem slíkar, þá hún var að kenna mörgum börnum og hún var með 24 börn ásamt einhverjum 2 sem eru sem sagt þá aðstofar eða samkennarar, hvernig sem maður vil líta á það. En þessi 24 barna hópur var samsettur þannig að 18 af þeim voru með erlent tungumál, ekki sama tungumálið, heldur bara erlent tungumál. Pluss þessi 6 sem voru þá með íslensku og kennslan fer fram á íslensku, ekki satt. Þannig að þetta vonlaust dæmi ætla sér að gera þetta svona eins og þetta hefur verið gert. Því að börnin þau náttúrulega get ekki gert eins og við þegar við erum til þess að fyrirlestum. Ef okkur leiðist fyrirlesturum þá látum við okkur hverfa svo lítið ber á eða komum við ekki inn eftir hlé. Þau verða að gjöra svo vel að vera á staðnum. Og þá bara myndast hávaði, skiljanlega ekki að það allast þess að börn bara nægi á sér neglutnar en tíma. En hvernig sér þú þetta fyrir þér? Hvernig getum við gert þetta öðruvísi? Sko, þetta er miklu stærra dæmi heldur en við gerum okkur grein fyrir. Það þarf að umbreyta skólakerfinu. Eins og það núna í sínu föstu skorðum, þá þetta bara ekki að ganga upp. Nei. Það þarf að breyta því. Og það þarf að setja miklu meiri skorður á enskuna, til dæmis sem að fer hérna í til dæmis verslani hér. Þetta hefur hvergi rekjum á ellendis að maður þurfi í sínu eiginlandi að tala ensku. Ég ekki með neina fordóma núna, ég bara með staðreyndir. Og líka ofta á veitingastöðum. Nákvæmlega, veitingastöðum, flughöfnum og öðru slíku að þá þarf það að tala ensku, sko, það að töluð enska við þig. Já. Og það ekkert víst að allir kunni ensku heldur. Nei, en það kannski bara annað vandamál þegar Íslendingarnir sækja ekki í þessi störf. Nákvæmlega, það kemur líka eitt vandamál. Annað það að við erum svo andvaralaus gagnvart hávaða að það næstu sorglegt. Það að þú þekkir þetta og þinni stjætt líka, það að fara á kappleiki og arga og garga úr sér röddina í orðsins fylsnumerkingu. Það nefnilega hægt að verða rallaus og það ekkert gaman. Nei. Að það þarf að koma einhverju menningu á að þetta ekkert sniðugt, þetta skaðlegt. Það sem þarf. Það þarf að koma einhverju raddmenningu. Mér finnst dónalegt að láta öskra upp í eyrun á mér, bara fyrirgeðu. Og ég fer ekki á tónleikorðið með allar þessar sterku græjur og nú þó fíkill á tónlist, alveg sama hvaða tónlist það hvort það jazz eða blues eða bara helst ekki þungar okk en alltaf því, sko. Að sko þegar að þetta orðið meiri hávaði heldur en tónlist, þá hætti ég geta notið. Og þarna líka annað sem við höfum ekki komið inn á, sem hliðargreini við þetta allt saman, heyrnin í stór hættu. Akkurat. Og það að mælast á börnum, bæði auknir raddskaðar sem slíkir, bara öskra úr sér röddina, pluss að heyrnardeyfa að verða vaxandi vandamál. Og það eitthvað sem stór alvarlegt mál líka. Og það hefur náttúrulega áhrif á röddina þegar
og máltökuna ef þú heyrir ekki. Nákvæmlega og það er ekki eitt sem var ekkert vittlust að koma að hérna því þú varst að tala um svona það sem gæti valdið svona, hvað getur við sagt, skemmd eða skerðingu, skulum við heldur kalla. Já. Eins og til dæmis í sambandi við máltökuna, að það er ekkert óalgengt að börn séu með miðeyrnabólgu eða eitthvað í eyrunum og meðan það þá heyra þau ekki. Fyrir utan það er mjög sárt að fara í þannig ástandi inn í sko hávaðan, inn í leikskólum og það þýr ekkert fyrir barn að segja ég vil ekki fara í leikskólum, ég finnst það vont í eyrun og þá þetta blessaða neyslusamfélag okkar segir já mamma verður bara og pappi verður bara að fara í vinnuna. Það er svo góða konur þarna þeir munu örugglega alveg passa þig og annað í þeim dúr. Það er bara ekki málið. Það er ekki hægt að bjóða börnum sem eru með eyrnabólgu í að vera í svona hávaða. Við viljum það ekki sjálf og við getum ekki ætla. Sko það er þetta sem ergir mig og kemur til með að ergja mig. Það er hvað við setjum börnin lítið undir þetta blessaða hvað ég var að kalla þetta skoðun eða leiðaljós að það við atum ekki að skólinn er vinnustæður bæði barna og fullorðna. Nú hef ég ekki komið inn á leikskóla í mörg ár því að yngsti minn orðin það stór en er svona mikill hávaði allstaðar á öllum leikskólum? Misjafnlega mikið. Það er eins og ég segi, ef að fólk hefur skynsemina til að bera að reyna lækkan því það er hægt. Já. Að þá eru þeir leikskólar með miklu minni hávaða heldur en hinnir. En samkvæmt mælingum þá eru mælingarnar á leikskólum það háar, líka á íþróttasölunum, það háar að þær geta verið skaðlegar heyrn. Já. Svo skil ég ekki eins og nú er Landsbankinn að byggja glæsilegt nýtt flott hús. Það er opið rými, það er allir að vinna í risastóru rými. Þetta er ódýrara sko að byggja þetta svona. En er þetta ekki verra fyrir? Jú, að vissu. Og þetta er líka vont fyrir þig að við viljum þetta er svo mikið áreiti. Opboslegt áreiti, sjónáreiti og hvað, bara nefndu það. En þetta er ódýrara að byggja þetta svona og þar lendi er það gert. Og ég veit að eftir rannsóknum að dæma að þá eru þessi opnu skólar eða open planning school, þeir eru að fá fallengun. Já, það. Já. Ég var svo hissa sko að, ég er örgulega ekki bara Landsbankinn, þetta er bara nýjasta dæmi sem ég heyrði Já. Að ég vissi að margir skólar voru að breyta í þetta en svo eru byrjað að breyta tilbaka. Nýjastu skólarnir eru aftur með stofum. Sjálfsögðu, vegna þess að þetta er bara ekki gangu upp. Af því hljóð er eitthvað sem fer yfir skilrúm. Það segir sér sjálf. Og þetta komandi að þinnist ég, það er nefnilega sorglegt dæmi og átti náttúrulega aldrei að eiga sér stað. Það er það að skólarnir gengu í eitthvað samband við íþróttafélagin þannig að þeir nýttu íþróttavellina sem er bara yfirbyggð í keppnisvelli, þetta er það stórt. Og svo átt að reyna að koma því þannig fyrir að hægt var að kenna kannski 5 eða 6 bekkjum í einu með einhverju þunnum milli tjöldum. Fyrir það fyrsta þá náttúrulega bestu röddin alls ekki þó að sé í magnarakerfi. Þegar út að tala kúbíkmetra, þetta er meira heldur en bara fermetrar á gólfi. Þetta eru bara nákvæmlega hátt til loft. Gervigrassi, þetta er mjög þurrt loft að minni og svona þannig að, já, þetta, sko það vantar þetta sem mín stétt, það er að segja heilsufræðingarnir, við erum mjög ung stétt. Ég er svo ein á landinu sem er menntuð í þessu. Já, ok. Og þetta er sama með, sko þeir sem standa þarna framalega það eru Svíar og Finnar og ég fekk mína menntun frá Finnum. En við erum fá. Hvaðan kviknaði þessi rosalega áhugi hjá þér fyrir talmeinafræðinu og svo röddheilsu? Já, það er gott að koma með það. Það er því svo forvitin allt svona. Og ég ætlaði aldrei í hvorki masterinn eða doktorinn, ég ætlaði bara ekkert að fara í það. En þú bara, eins og ég segi, þegar ég var búin að vera talkennari út í skólunum í einhver, ég ætla ekki 20-30 ár, og var ég svolítið leið á þessum talgöllum og mál kennslu, þannig að en ég er músikalska eðlisfari, þannig að ég fór að svona leggja hlustirnar að eyrum leggja við hlustirnar sem sagt hvernig raddi kennarar hljómuðu.
og ég hugsa að það getur verið spennandi að skoða hvernig ástandið á röddunnkennara það framhaldið, eða það byrjunum segi. Framhaldið verður síðan það að ég fer inn í fjarnám í þessum fræðum í Glasgow, í Strathclyde University. Þannig ég með Master Phil gráðu þaðan og þegar ég var búin að fara í gegnum það að þá sá ég að ástand íslenskara kennararata var sko ekkert betra heldur en bara annars staðar í heiminum. Þetta stórt og mikið áhyggjuefni, hvernig bara kennararatir eru allstaðar það sem ég veit til, hvað sem í vestrænum eða austrænum heimi. Það var sama barlómurinn að þetta bara ekki góðu standi og þar með náttúrulega hættan á að barnin heyri ekki það sem kennarinn að segja. Og það sem verður þá til þess að ég fer í doktorsnám, ég ætla aldrei í doktorsnám. Ég rosalega lítið fyrir svona gráður, ég held að við séum ekkert gáfari fyrir þessa gáfur. Hvað varstu orðin gömul þú fórst í doktorsnámi? Bara svona forvitið? Ég svo seinþroska sko, ég held upp á það þegar ég var 60. Já. Ég var mjög fljót í því námi vegna þess að fyrstulega hafði ég náttúrulega spurningarna strax til reiðu hvað ég vildi rannsaka. Þannig að þau voru ekkert að koma tómum kofanum þar. Þannig að það tók mig ekki nema 3 ára að klára doktorinn, ekkert að því ég betur gefin heldur en aðrir, heldur bara að því ég hafði þessa forþekkingu fyrir. Og þegar ég var komið með masterinn þarna frá Skotlandi, að þá hugsaði ég, það getur nú verið bara snjallt að prófa að nota magnarakerfi og sjá hvernig það myndi virka undir venjulegum kringumstæðum. Það hefði nefnilega ekki verið gert. Okay. Finnar voru mjög framalega og eru mjög framalega í raddfræðum, bara virkilega hægt að taka hattinn ofan fyrir þeim. Og ég hitti þar á einn góðan og gildan lækni í þessum fræðum og ég sagði við hann að ég hefði áhuga að rannsaka þetta og hann var bara svona skotin í þessari hugmynd að áður en ég vissi af þá var ég komin í bullandi doktorsnám. Yeah. Þannig að það var aldrei ætlunin að gera þetta en þú bankar ekkert upp á hjá háskóla og segja, heyri, má ég koma hérna inn og fá svar við nokkru spurningum og fá að rannsaka svolítið hjá okkur, heldur verður bara að fara í nám. Já. Þannig að þetta svona slissni hvoru tekja. Og niðurstöðu doktorsrannsóknarinnar? Það eru skelfilegar í raun og veru vegna þess að það kemur í ljós að sko magnarakerfið að svíni virka. Ég þurfti nú sjálf að kaupa mér þetta kerfi og hafði náttúrulega ekki efna að kaupa neitt gott kerfi. En nægilega mikið til þess að ég gat nota það og ég rannsakaði þetta alveg frá 6 ára börnum og upp í háskólanema. Og þegar að meiri partunum, 80% af öllum þessum hópum, alveg sama hvar maður ég bara niður, háskólarnir ekkert síðri, voru að segja ég heyri miklu betur, þá það bara nóg til þess að segja þetta eitthvað sem á að vera. Já. Ég bara hálfskammast mér fyrir, það magnarakerfi í íþróttasalunum, ég hef aldrei notað það. Nei, það líka spurning hvort miklu gagni hann kæmi vegna þetta svo gífulegt rými. Já. Og ég ekki vissum að magnarakerfið myndi virka sko þannig að það kæmi að gagni, það myndi vera eiginlega meiri óþægind að hlusta gegnum magnarakerfið heldur en ef það væri ekki. Ég vil miklu heldur að þið íþróttakennararnir komið upp svona kerfi. Ég var einmitt núna stuttum með fyrirlestur í einu skóla hérna og það var íþróttakennari sem var náttúrulega komin með sína rödd í svolítið köku eins og venjulega en og með ykkur íþróttakennarana. Að sko koma upp merkjakerfi að til dæmis að það mætti ímynda sér að vera svona spjöld sem væri með svona 4 litum hver fyrir sig og þegar og flautan náttúrulega og síðan ef að færi upp gult spjald þá þýtti það eitthvað ákveð, rautt spjald þá þýtti það eitthvað ákveð, grænt spjald þá þýtti það eitthvað ákveð, þannig þið þyrftuð ekki að koma með skipanirnar munnlegar, heldur bara hreinlega að gera þetta á markakerfi. Og það kæmi til dæmis upp blátt spjald að það þýtti allir að fara út í horn og hlusta. Í staðin fyrir að reyna að nota röddina í íþróttasölum, það vonlaust. Já. Akkurat. Og svo við með annað sem eins og Bondi
ég man ekki hvað ég mældi hávaðan frá bondíspjöðunum. Af hverju má ekki setja eitthvað á bondíspaðana eins og fílt eða eitthvað. Þetta eru plastspaðar sem eru með svona plötu sem að á að íta á milli sín með þessum spöðum og það er svo mikill hávaði þegar að þessir plastspaðar verið að annarkvæmt rekast hver á annan eða þetta er svona eins og hockey. Má eiginlega segja þetta svona hockey í sal. Já, bara bandi. Heyrðu, það er ég sem er að nota villstofn. Það er bandi, já. Bandi, já, ég veit hvað það er bandi, já. Það er eina vinsælustu íþróttagreinum. Ég veit það nefnilega, en þetta ykkur í huga að setja fílt eða eitthvað sem getur dregið úr því að þessum hávaða sem að spaðarnir valda, það efast ég Það er svona atrið sem að byggja fyrst og fremst bara á heilbrigði skynsemi. Mér fannst eitt svo flott sem var að rifjast upp fyrir mig núna þegar ég var að kenna í grunnskóla. Þá man ég að það var eitt kennari, hún lét gera gat í tennisbolta og hver einasti stóll var með 4 tennisbolta undir, þannig að það heyrist ekkert þegar þú dróðu stólanum til þér frá. Nei, ég fyrir ekki svona fram mig, vegna þess að ég á pínlítið þessa hugmynd, því að ég þetta sem menntunin byggist á að reyna að finna eitthvað til varnar og þá var ég úti í Kanada og á ráðstefnu og svo kemur þarna maður inn á sviðið með plastpoka, svartan plastpoka og fyrir að taka upp svona bolta. Ég sagði, nú fyrir þetta að vera eitthvað gaman hérna og byggilega fara í boltaleik bara. Nei, þá voru þið búin að uppgöta það með því að nota svona bolta, þannig bleið hægt að kaupa svona hlífa líka. Þær er ekki dýrar. Ég held að þetta er á ensku en ég held að maður geti sett þetta á íslensku stólhlífar gegn hávaða eitthvað svoleiðis ef maður er að leita að þessu, þetta kostar ekki mikið. En boltarnir eru nefnilega þannig að ef þú gerir gat í þá og setur á upp á þessa pinnastóla sem ánáttúrulega banna með lögum. Það er alveg óþarf að vera með þessa pinnastóla. Ég myndi freka fjarlæga skaðvaldin heldur en að reyna að bæta þarna eitthvað úr. Að þá eru boltarnir þannig að þeir eru úr slíku efni að þeir einangra fyrir það fyrsta, þannig að þú dregur stólinn til. Þá verður ekki hávaði. Ég var nú bara í fyrradag komin inn í Borsal í einhverju stórum skóla hérna í Reykjavík. Það sem að sjálfsagt fleiri tugir nemenda er að borða og þetta var allt saman pinnastóla, ég ætla ekki að segja þér háaðan sem kemur að þessu. Þannig að sko þessir tennisboltar eru sniðugir af því þeir hrinda líka frá sér óhreinundum. Og það mikil sko stinning í efninu með þess að hundar get ekki almennilega unnið á þessum boltum, að það mikil stinning í efninu að þeir haldast á fætinu. Akkurat. Og þar með þetta kom með einangurinn. Þetta verður einhver verið sem var á fyrirlestri hjá þér og fekk þessi ráð. Þetta er nokkur ár síðan, sko. Já, akkurat, en það sko, það þýðir ekkert að vera að kaupa þessi efni sem eru límd undir. Þau bara... Fíltapla. Já, þessi fíltapla, þeir svona jagast af. En þetta er langsniðust að reyna að fá sér bara þessar stólhlífar, stólfótalífar, erlendis frá, náttúrulega fást ekki hérna, eftir sig veit best. En ef við reynum svona aðeins að taka saman, bara segjum bara að sé einhver núna hlusta sem er byrjað að finna fyrir svona þreytu í talfærum eftir vinnudag eða eftir eitthvað sem þeir að gera. Á hverju er best að byrja til þess að koma í veg fyrir mjög slæmar afleiðingar? Fyrst að lega að skoða sína eigin raddvenjur, eins og þú gerir sjálf og eins og kennar að gera sumir að þeir ganga frekar að börnunum og tala við þau heldur en að reyna að arga yfir heilan bekk. Akkurat, taka öxlina. Já, það þarf að skoða sína eigin raddvenjur og sjá hvað gæti verið að skaða, hætta að öskra og líka stoppa börnin í að öskra, endilega. Og hérna vera sem sagt á verði gagnvart öllu sem getur skaðað þessa blessaða slímhúð og slímlaga
og slím sem þarna í þessum blessaða öndunarvegi og það þarf að vera þurrt og gott sem þýðir að það þarf að líka að vara sig á því hvað maður að anda að sér og hverju maður að tróða í sig, svo má segja, að fæðu, kryddi og ýmistu. Mér dettur nú í hug til dæmis ég þekki eitt sem að vinna í svona bílaþvottastöð og nákvæmlega. hann angar alltaf á einhverjum svona eiturefnum úlpan hans, en ætti þeir þá ekki að vera með grímu? Jú. Bara til andi gæsir sem eiturefnum? Já, og það annað, ég veit ekki hvernig þessi fyrirtæki sinna því að koma sem mest á þessu útblæstri eða hvað maður að kalla frá þessum tækjum og tólum sem þeir eru með að leiða það út úr húsinu. Láta það ekki vera í þessu skýi af menguðu lofti. Þannig að svona eiturefni geta alveg haft áhrif á. Alveg hikstalaust og gera það. Ef að skaðin skeður, svo við slettum, þetta ekki hálfdanska? Skaðin skeður. Þetta þá afturkvæmt? Get ég lagað það sem orðið eða þetta varanlegt? Sko, ef það fer á visst stig þá verður að sérfræðingur eins og ég að fást við þetta. Og það þarf að byrja á því að fara og láta lækni skoða hvort það í lagi með raddböndin, hvort það eru farin að mynda einhverja hnúta eða hvort það sést eitthvað, oftast sést þetta ekki. Og þá það á maður ekki að taka það í mál að taka þeim ráðleggingum frá lækni að maður bara fara heim og þegja. Það gagnast ekki vegna þess að raddvélur koma langmestu leyti vegna misbeitingar á þessum raddfærum. Og það þarf að byrja á því að fara til hálsnef og eyrnalæknis og við eigum nú eitt slíkan sem svona á þessu sama svið og ég sem læknir í Borgarspítalunum, heitir Sigríður og láta skoða sem sagt raddböndin hvort það í lagi, það fyrsta skrefið. Okay. Annars skrefið að fá þjálfun og þá frá talmeinafræðingarnir eiga að geta þetta á að vera í þeirra menntun þó ég sé með sérmenntun á þessu sviði til þess að losa alla þessar spennur, þarna vinnum við sem sjúkraþjálfara, þetta eina svæðið sem sjúkraþjálfara láti í friði. Það að segja vöðvarnir í talkerfinu, það að segja munninum og svo í raddkerfinu, það að segja barkanum og barkakýlinu. Það okkar að sjá það. Síðan ef þetta að byrja bara að koma, að þá þessi síða sem ég á þarna, vefsíða, rödd.is, hún á að geta verið allavega með ráð sem geta hjálpa fólki að snúa þessari þróun við. Svo hefur þú gefið út einhverja bækur, ekki? Já, ég fekk einhverja ritræpu bara núna fyrir nokkrum árum og ég gaf út, sko eftir ég búin að skrifa bækurna mína þá eiginlega komaði mér ekkert við. Ég kann ekki merkasetningu, ég hef aldrei kunnað það, ég algjör fávit í því. En ég með bók sem að fólk ætti nú reyndar að vita af sem heitir Talandinn. Það reyni ég á mannamáli af því ég á heyrnarlausbarn, það nú raun og verið það sem að ýtti mér út í þetta starf svona, já, þarna byrjar ballað, sko. Ja. Að ég sem 25 ára, ég lét mig detta það í hug af því maður vissi bara ekki betur, að það væri hægt að kenna heyrnarlausu barni talmál, vissulega það hægt að vissu marki, en það var alltaf feedbacki þannig að það erfitt fyrir barnið að heyra í sjálfu sér. En allavega ég gerði þetta þegar ég var 25 ára vegna þess að mér var gert það þá, þegar ég átti þetta blessaða barn mitt, að þá, sem sagt, það var 4 ára skólaskylda. Takk þetta hvað ég segi, skólaskylda, fræðsluskylda. Yeah. Þannig ef ég myndi ekki mæta með þetta heyrnarlausa barn mitt í Heyrnlýsingaskólan þegar hún í 4 ára, þá hún bara tekið með lögvaldi og sett þangað þar. Já, það ekki lengra síðan, 73. Já. Þetta nefnilega ekki nein fornöld. Nei. Og þetta eru fræðingar sem eru þarna bakveit sem vantar skynsemina eina ferðin enn. Og þarna sem sagt byrja ballið, þarna fer ég að kenninni og fer þar að leiðandi til þess að fá að halda mínu barni hjá mér að þá
fékk ég mér talkennara menntunina frá Danmörku. Þannig byrjaði þetta. Þannig byrjaði þetta. Já, þess vegna kannski veit ég ansi mikið mál af því að ég hef þurft að lenda í þessu að vera foreldri með heyrnarlaust barn og allega vinna þetta óvinnandi verk að kenna heyrnarlausu barni talmál. Það tókst. Já, það tókst. Það tókst, en ekki þannig að hún Anna mín tali skýrt, það getur hún ekki. Hún er ótrúlega orðaforða og hún er eiginlega talandi heyrnleysingi, sem hún segja. Vá. Eða döff eins og þau vilja láta kalla sig. Já, akkurat. Þetta er ótrúlegt. Ég spyr alla líka alltaf sömu spurningarna og það er hvað er heilsa fyrir þér? Það er að geta bara fungerað almennilega og þá vil ég ekki vera aðskilja andlega og líkamlega heilsu. Ég held að ef við erum með meðvitund eins og ég er búin að reyna að gera núna í þessu viðtali, reyna að skapa einhverja meðvitund hvað við getum gert til þess að fara vel með líkamann, að þá höldum við þessari heilsu sem við höfum. Því að heilsa er náttúrulega, ég skal bara svara þessum einu orði, þetta er lífsgæði, ekkert annað. Þetta er lífsgæði, en hvernig eigum við að halda þessu lífsgæðum og hvernig getum við spilt þessum lífsgæðum, það er eitthvað sem við eigum að hafa skynsemi til þess að vita. Ja, við erum með lífið í lúkunum. Við erum nefnilega með lífið í lúkunum, það má segja það. Telur þú að almenn heilsa gæti haft áhrif á raddheilsuna og öfugt? Já, það er sérstaklega kannski andleg heilsa. Það er svo skrítið með það að sko þú finnur alltaf þegar fólk er sorgmætt. Það koma því hérna lokið, þetta er allt skemmtilegt dæmi. Ég hef sagt þetta líka við mína nemendur sko, hvað í raun og veru merking orðana byggir á raddbeitingu. Ef ég myndi segja brosandi við því, farðu til fjandans, elskan mín. Já, það er náttúrulega akkur að ferða að hlæja. En það veit hvað almáttu, ég notaði ljót orð. Þannig að eins og þeir sem er í einhverju stefnu núna að nota ekki orðið nei og nota ekki orðið ekki af því þetta er svo neikvætt. Það vil ég ekki meina sér rétt, ég vil hins vegar segja, það er ekki sama hvernig þetta er notað, hvar þetta er notað, við hvernig þetta er notað og hvenær þetta er notað. Það skiptir máli, 1, 2 og 3. Þannig, heilsan er í raun og veru að hafa lífsgæði, það er ekkert annað. Er þetta ekki bara flott lokaorð? Er það ekki? Er eitthvað sem að þú vilt, sem er að glema, sem þú vilt segja svona í lokum? Nei, ég held ég hafi, ef þú klippir þetta nú vel til sko, að þá held ég hafi komið þessu helsta að það þarf bara hreinlega að umgangast þetta líkamskerfi með sömu virðingu eins og við gerum við annað líkamskerfi í skorknum. Þetta er ekkert annað. Þarna ertu líka með lífi í lúkunum, þú ert með eiginlega röddina þarna að veði þegar þú ert að tala lífsgæði, að þú verður að halda henni til þess að halda þessu lífsgæðum. Þetta er atvinnutæki, ótryggt og óvarið illu heilli ennþá. Og þú vilt koma þessu undir lýðheilsu? Ég vil það og mér finnst það bara sjálfsagt, ég skil í raun og veru ekki, ég skil þetta vegna þess að ég veit hvað þekkingaleysið er ofboðslegt, alveg sama hvaða þjóðfélagshópur er þar. Nákvæmlega sama. Þess vegna held ég að það hafi kannski ekki verið passað nægilega upp á raddheilsukennara og hávaðan og annað, af því fólk veit bara ekkert hvað vera að tala um. Nei, það vissi bara ekki betur. Það veit ekki betur. Nei, einmitt. En núna vita fleiri betur með því að hlusta þig. Ég vona það, þeir sem hlusta. Já, bara takk fyrir að brenna svona mikið fyrir þetta málefni. Þú ert búin að vinna fyrir þetta, eins og þú segir, 50 ár. 50 ár, ég held upp, og í raun og veru er ég enn að vinna sem slík, en það er svo skrítið þegar maður er hjá opinbera kerfinu, sko, og ég var svo lengi, ég var svo vitlaus, ég fattaði ekki að ég er raun og veru ekki að vinna fyrir menntakerfið, ég er að vinna fyrir sjúkrakerfið. Og þar að leiðandi að þá er það þannig að sko sjúkratryggingar Íslands, það er borguðu
hluta og stóran hluta af, og til og með ef börnur ræða, þá það 100% sem að borga, að þau borga sem sagt hluta af meðferð, þó nokkuð mikið hluta, þeim náttúrulega bara okkar peningar, þetta skattpeningar, en þegar þú orðin 75 ára, þá ertu eiginlega dæmd að fara á leikskólanum með 2 í lífinu, það að fara svona bara inn á elli heimili og hérna fara að leggja kapal og leggja púsluspil og taka sátt í samræðu hópum og annað. Ég bara ekki alveg með áhugan á því ennþá. Ég ekki að gera lítið úr þessu, það alls ekki. Bara ekki með hérna áhugan þarna. En þú hefur leyfi til þess að láta uppfæra þig, þú ert orðin 75 ára, í 4 ár meir. Það að segja að þá verður hvert ár eftir 75 ára að fara til læknis og láta hann dæma hvort að þú ert með þessa andlegu og líkamlegu heilsuðina nægilega góða til þess að geta sinnt þínu starfi. Ég er búin að nota alla þessar uppfæslur og þannig að ég er 8 ára núna, þannig ég get ekki og má ekki vinna lengur opinberlega sem maður segir, en ég er að vinna fyrir því. Já. Þú sér ekki að reyna að halda fyrirlest og það sem ég vildi gjarna koma að það er að reyna að fá mig meðan ég hef þessa andlegu heilsu í lagi að geta fengið mig til þess að halda fræðslufyrirlestra rödd eins og ég gerði hérna í Hamralíðaskólanum á sínum tíma. Já. Sem er eiginlega afleggingin verður svo að mér er boðið í þetta viðtal. Já, svona er lífið skemmtilegt. Já, svona er skemmtilegt. Og bara ég vona sem flestir skólastjórnendur eða kennara sé að hlusta og hérna fáið því til sína því að þetta hjálpaði mér. Þakkaði fyrir, sko þarna finnst mér dálítið erfitt að eiga við fólk af því að þetta er svo tilfinningalaust. Þú er bara hás og þú verður rámur og missir röddina og hvað með það og ég nota þá bara falsettuna, sagði einn. Ég meina þá ertu komin algjörlega endabraut þegar þú komið ég með falsettuna, skilur þú? Að ég fæ ekki einhvern veginn í gang svona almennt hjá skólastjórnendum hvað þetta er mikilvægt að raddheilsan sé í lagi hjá kennarum ef að þeir eiga að gagnast nemendum sínum, ef að nemendurnir eiga að fá það mikið mála að þeir geti skora PISA betur en þeir hafa gert. Akkurat. Þá þarf að sjá til þess að raddheilsa kennarana sé í lagi og til þess þarf fræðslu. Og hana geti ég gefið, en þeir eru ekki að sækja hana því miður, allt og fáir. Þeir eru til, en þeir eru allt og fáir að þessu skólastjórnundum sem að einhvern veginn vita, þeir vita af þessu en gera ekkert í því. Svo er bara svona frábært fólk eins og þú sem vill aldrei hætta að starfa, hætta að vinna. Ég er bara svona ofvirk. Ég brenn fyrir þessu, það er bara þetta svona hugsjónamál. Já. Númer 1, 2 og 3 og þannig hefst þetta svona miskusta droppinn hóla steini sem maður segir. En mér vantar einmitt að fá þessi skólastjórnendur inn á þetta að fá mig meðan ég get til þess að halda þetta því ég set örugglega ekki hérna fjárhægin þeirra á hliðina. Ég hugsa ekki. Ég er ekki það dýr. En hérna að fá þessa mikilvægu fræðslu. Algjörlega. Að þetta er, eins og við erum búin að segja nokkru sinnum, þetta er atvinnutæki okkar. Atvinnutæki ótryggt og óvarið. Þannig ég held bara að við endum á þessu og bara vonum að sem flestir komi orðinu áfram. Nákvæmlega. Þyrst að vera þannig. Já. Ok. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Ég hveti ykkur öll til þess að íta á follow, fylgja hlaðvarpinu, hvort sem það er á Spotify, Apple Podcast eða öðrum streymisveitum. Þá fáið þið tilkynningu þegar næsti þáttur fyrir loftið og endilega, ef þið eru á Instagram, að fylgja Heilsuerla.